Eftir CSS þá tókum við smá pásu þarna í tæpar 2 vikur þar sem við vorum að fara yfir tæki og tól og Git. En við höfum líka notað svona áður sem verið með einhver svona sértæk tæki og tól eða svona sem við höfum notað Node og NPM fyrir. Þá erum við búin að nota Lintera bæði með því að nota þann sem bara til staðar hjá W3C fyrir HTML og fyrir CSS og tengda við Visual Studio Code. En svo höfum við líka notað Lintera í formi Stylelint og ESLint. Og þá það bara þessi pæling að við erum með linter, einhver sem tekur hérna af fötunum okkar svona lint og fjarlægir burtu þetta sem getur hugsanlega valdið vandræðum og eða að sjá til þess að við séum með svona sama kóðastílinn. Þetta samt svona búið að flæða aðeins núna, til dæmis eins og ESLint útgáfa 9 sem ég setti upp hérna var aðeins öðruvísi, kom bakið á mér hérna, að þá ESLint til dæmis búið að segja, við ætlum að hætta að vera að hugsa kóðastíl. Við viljum bara að fólk noti Prettier til þess. Prettier til þess að formata og sjá kóðastíl. ESLint ætlar að fókusa á það að vera með þessa virkni sem getur valdið vandræðum í keyrslu eða í bara forritunum okkar. Og þá að nota svona bæði tólin, eða öll þessi tól nota svona static analysis sem að horfa bara á forritskóðan án þess að keyra hann og út frá því draga einhverjar ályktanir og benda okkur á okkar sem geti verið að. Og þetta, linting, áalið við í öðrum forritunarmálum líka og ofta ekki kallað hana. Static analysis svona yfirheitið yfir þessi tól og þetta að keyra hugbúnað, eða að þátta hugbúnaðinn og komast að einhverju hann án þess að keyra hann. Búa til eitthvað svona abstrakt syntax tré og út frá því segja, hér gæti eitthvað verið að. Og það þetta með linting og þetta bara oft gott að temja sér þetta, alveg svo að setja upp og læra á ritilinn sem við erum að nota, að læra á hvað í boði fyrir þau forritunarmál sem við erum að nota, sem gæti hugsanlega hjálpað okkur eitthvað, gert kóðun okkar betri, látið okkur vera fljótara búin til og svo framvegis. Og svo kemur við náttúrulega inn í það sem við erum núna að vera með eins og Copilot sem í raun að stinga upp á og skrifa stóran part af kóðunum fyrir okkur. Og það getur líka vel hjálpað, en það getur verið hættulegt að gera það þegar maður veit ekki nákvæmlega hvað verið að stinga upp á og segja bara að þetta lítur nógu rétt út og ég treysti því. Ég veit bara bitin að því að ég bjó til bug í production hérna fyrir ekki svo löngu að þegar ég bara sá þetta lítur rétt út og acceptaði einhverju sem Copilot stakk upp á en var fundamentally vitlaust. Ég bara tók ekki eftir því að þegar ég var bara eitthvað að flýta mér og þetta leit nógu rétt út. Þannig að þetta ekki fullkomið. Þannig að við skoðum þessi tól og notuðum því í Visual Studio Code en fórum síðan í að nota Node.js til þess að fá aðgang að NPM og setja upp tól. En síðan ef við komum í vefforritun 2 þá höldum við áfram að notum Node.js til þess að forrita vefþjóna sem bæði skila vefforritum og vefþjónustum. En Node.js ekki forritunarmál, það notar JavaScript sem sitt forritunarmál og nýtir þessi ætluðu samlegar áhrif á milli þess að skrifa bakenda og framenda í sama forritunarmálinu sem í JavaScript. En þetta eru samt 2 mismunandi keysluumhverfi, þannig að Node getur lesið skráarkerfið en Node veit ekkert hvað dommið það ekkert dom í því keysluumhverfi á meðan það í keysluumhverfi Vavarans. Svo NPM sem pakkastjóri fyrir JavaScript og gefur okkur aðgang að alls konar tólum og við notum bara örfá þeirra, svona þau sem ég hef persónulega mikið notað í gegnum árið og svona kannski ekki alveg búin að refresha allt en það kosturinn að við endum að því að skoða Vite sem eiginlega bara svona tekur öll þessi koncept og pakkar hún saman í eitt dót. Þannig að þá vitið hvað það sem við erum að gera, hvernig þetta eru svona mismunandi tól sem safnast saman hana og Vite sem tegur bara hér bara svona ætlað build-tól til þess að enda öll önnur build-tól. En pakkastjóri líka höfuð, áhugaverð pæling
til fyrir stýrikerfi, til fyrir önnur forritunarmál, að bara þetta, ég þarf ekki að fara inn á internetið, fara inn á einhvern ákveðin ver, finna download, íta á download, finna rétta útgáfu, keyra einhvern installer, setja það upp og uninstalla það síðan þegar hættur að nota. Ég nota bara einhvern pakkastjóra sem bara ein skipun, sæki þetta og þetta er sett upp. Og svo ein skipun, þetta er fjarlægt og allt sem fylgir því. Og þetta getur þá hjálpað í teymisvinnu að við erum með svona næstum því alveg skilgreint hvað öll þau sem eru í teyminu að nota með því að vera með eins og NPM sem er package.json sem skilgreinir hver eru þessi dependency, hvaða forrita eru sem við erum að nota og hvaða útgáfu af þeim við erum að nota. En eins og allt sem mennirnir gera, alls ekki fullkomið og þó svo að þessi útgáfustjórnunin á að vera þannig að þetta brotni ekki á milli útgáfuna. Ég er að fara upp úr 1.51 upp í 1.52 á þetta brotna, svo brotnar allt. Og ég hef lent í því svo oft. Ég er, mjög jaded. En þetta er það sem við getum og höfum gert í verkefnum, að nota NPM til þess að skilgreina þessi dependency okkar og þegar þið farið að undirbúa ykkur að þið þurfum að geta skilið package.json skrá. Þið þurfum að geta séð eitthvað úr package.json skrá og geta skilið hvað þetta er. Og geta skilið þessi koncept sem eru þá hvað er NPM skipunin, hvað er Node skipunin og borið það saman við hver er munurinn á NPM init og git init. Þetta eru svona stóru póstarnir sem eru, bæði eru réttar skipanir sem við hefum notað en mjög ólíkar þó svo að þær séu þriggjastafa skipun og svo init og þá mjög ólíkt. Browsersync bara aðalega til þess að fá lítinn verktjón til ein fljótlegasta leiðin sem að ég veit en aftur eitthvað, það getur verið eitthvað betra þarna út í dag sem er eiginlega vít bara. SAS er svona sér kapitúli líka svona þróttur að við höfum notað við sem að fjallaðum hérna í samhenginu við tól og það er þetta að vera með superset fyrir CSS að skrifa CSS í einhverju öðru samhengi sem er samt CSS og geta þá notað sem við notaðum til að fá þetta import sem að geta þá samin þetta allt inn í eina skrá og þó svo að SAS sé kannski ekki jafn mikið þarft og það var hérna fyrir nokkrum árum þá er það ennþá tiltölulega mikið notað í dag. Svo fórum við alveg bara yfir í version control sem bara pælinguna þetta, hvernig getum við geymt mismunandi útgáfur af skrám sem við vinnum með og við notum og höfum notað Git sem er Distributed Version Control System og þar eru helstu hugtökin sem þið þurfa að vita eru bara hvað er Git? Það er Distributed Version Control System. Hvað er repo eða repository? Hvernig erum við að hugsa skrár í Git þegar það eru committed inn í repoið í okkar lokal gagnagrunni. Það eru modified, það er búið að breyta einhverjar ákveðnir skrá en hún er ekki breyting ekki komin inn og hún er staged, henni hefur verið breytt en hún er ekki komin inn í commitið en mun fara inn í næsta commit. Hún er komin inn í commitið sem er að vera til. Og svo eru skrár óháð commitum það er mjög svipað nema við erum síðan með untracked sem eru skrár sem hafa ekki verið bætt við Git repoið. Þannig ef þið hafa verið að nota og hafa verið að gera Git status eftir því sem hafa verið að vinna verkefni þá hefur sé skrárnar að vera í öllum af þessum mismunandi stöðum á einhverjum tímapunkti í ykkar vinnu. Svo erum við með Git commit sem færir staged skrár yfir í commit og eitt commit er svona atomist, það er að segja það inniheldur allar þær breytingar sem við tiltókum með einhverju skilaboðum á einhverjum tímapunkti með einhverju einkvæmu gildi, þessu Git hassi sem við getum síðan nota til þess að trakka það yfir sögu verkefnisins. Svo erum við með remotes, þannig að við erum komið með hérna Git, við erum komið með repo, við erum komið með stöðurnar á skránum og við erum komið með commit. Þá erum við með remotes sem er það hvernig við erum að tengja mismunandi repo og oftast hefur þetta bara verið einfalt hjá okkur. Við erum með GitHub og við erum með eitthvað lokali hjá okkur og við sendum það yfir í GitHub. Og
þá eru remote repos sem eru annars staðar, ekki lokal. Og þegar við erum að vinna með þessi remotes, þá erum við að nota push, þar sem við erum að ýta okkar breytingum yfir á remotið, og pull þegar við erum að draga breytingar frá remotunum yfir til okkar. Og svo er þetta upstream, downstream, við erum ekki að hafa mikla áhyggjur af því. Þetta er aðalega bara þetta push og pull, hvernig það á sér stað. Og þegar við erum að vinna fleiri en eitt í verkefni, eða jafnvel ef við erum að vinna bara sjálf og erum einhvern veginn að vinna kannski á fleiri en einni vél, eða erum að vinna í gegnum kódeditorinn okkar á GitHub vefnum, að þá getum við lent í því að fá Git conflicts, merge conflicts, og þá getur Git reynt að finna út úr þeim, en á einhverjum tímapunkti munum við öll lenda í því að það er ekki hægt að finna út úr því sjálfkrafa fyrir okkur, og þá þurfum við að leysa úr þeim sjálf, og það er þá með því að vinna með þessa konflikt markera sem eru stærri, jafntomerki, minni, sem tiltaka hérna. Hér eru tvær breytingar sem ég veit ekki hvor er að koma inn. Svo erum við branches, og þær erum við að nota til þess að vinna nýja virkni, gera lagfæringar, breytingur, tilraunir, eitthvað, og það leyfa okkur að víkja út frá þessari meginlínu til þess að gera þennan nýja hlut sem við erum að gera, en geta samt sem að alltaf hoppað yfir í það sem er live, hvernig sem það er, hvort sem það er eitthvað á Netlify eða í einhverju öðru annarri birtingu, og geta skipt þarna á milli, en síðan á þeim tímapunkti þegar við erum tilbúin til þess að setja þetta inn í meginlínuna, að þá getum við annarkvort bara mergea þessu, eða að við getum búið til pull requests sem við hafum verið að gera í hópverkefnunum, þar sem við getum þá farið yfir, rætt og samþykkt eða hafnað breytingum sem eru að koma inn. Og við höfum notað GitHub, og við höfum líka sett upp svona létt deployment ferli, þar sem við erum að vinna breytingar lokali hjá okkur, committum þeim í local repoið, pushum þeim í remoteið á GitHub. Það er Netlify sem að vaktar repoið, sér breytinguna, pullar frá GitHub remotinu yfir í annað remote tæknilega séð sem er hjá Netlify, keyrir einhver skilgreind skrift sem við erum búin að skilgreina í package.json. Út frá því fáum við einhvers konar möppu sem við erum að fara að deploya, og er gerð aðgengileg á vefnum einhvers staðar. Og allt kemur þetta frá því að við gerum breytingu, commit, og þá sjá róbótarnir restina. Og svo getum við verið með þetta tengt við pull requesti líka, og fengið þá alltaf þessi deployment preview, kallaði ekki það hjá Netlify. Það sem við getum séð breytinguna sem við erum að fara að mergea inn og erum að ræða í pull requestinni, og fólk getur séð það, hvort sem það eru hönnuðir eða verkefnastjórar eða aðrir forritarar, og tekið bæði afstöðu til kóðagæðana og bara gæða þess sem var verið að búa til. Þannig að það er hægt að skoða báða hliðirnar á þessum pening. Hvernig kóðin er og hvernig hann lítur út þegar hann birtist í Vara. Og svo höfum við notað bara Netlify frá því fyrsta verkefninu, frá því að vera bara að draga HTML og CSS skrár yfir í að vera að tengja inn í þetta flóknara flæði. Og ef þið haldið áfram, þá getið þið haldið áfram að nota Netlify fyrir þessa virkni og hýsa ykkar verkefni. En svo eru líka önnur svona plattform sem við getum notað, og við notum önnur svona tól í Webfortran 2, þar sem við getum sett upp vefþjóna sem eru þá að skila út einhverju vefforriti eða vefþjónustum. Og svo getum við haft vefþjónustunnar á einum stað og framendan sem nota vefþjónustunnar á öðrum stað, og það er þetta að púsla þessu alls konar saman.